Komið sæl og blessuð, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og prestur í verkefni sem kallast Játningabundin evangelisk-lútersk kristni. Við erum á YouTube og Facebook og á heimasíðunni jalk.is, jlk.is. Ég ætla að vera hérna með ykkur næsta hálftíman og skoða með ykkur ritningalestrana og guðspjall næstkomandi sunnudags sem þriðji sunnudagur eftir páska. Ef maður vill leggja áherslu á allan páskatíman, þá getur maður líka kallað þennan sunnudag fjórða sunnudag páskatímans. Og þá notum við hvítan lit eða gildan til þess að minna á að persóna og verk Jesú Krists hefur sérstaka áherslu á þessum tíma. Textarnir eru eins og alltaf þrír. Það er einn úr Gamla testamentinu, einn úr seinni hluta Nýja testamentisins og yfirleitt úr bréfunum. Og síðan er það guðspjallið sem er úr einu guðspjallana 4. Á sunnudag er lesturinn úr Gamla testamentinu úr sálmunum, nánar tiltekið sálmur 126 sem er helgigönguljóð og leggur áherslu á mikil verk drottins. Og síðari lesturinn sem er úr Nýja testamentinu eða úr bréfunum er úr öðru Korintubréfi úr 4. kafla og vers 14 til 18 og talar hann vonina og endurnýjun hins kristna einstaklings í upprissunni. Síðast er það guðspjallið sem er úr kveðjuræðu Krist til postulana í 14. kafla Jóhannesar guðspjalls og þá er það fyrstu 11 versin sem eru lesin og það er gott minnisvers úr þessum texta sem er 7. vers sem er svona: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þetta er að Jesús sem segir. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Margir sem kunna þetta vers eflaust og hér er áherslan á persónu og verk Jesú Krists. Við viljum skoða allt saman þetta nánar en við byrjum á fyrri ritningalestrinum. Það er í rauninni alveg óskiljanlegt að Biblían skuli hafa sína eigin sálmabók og samt sem áður höfum við enga virka hefð eða allavega ekki mjög virka hefð fyrir því að lesa þessa sálma og læra þá utan að. En það er einmitt til þess sem þeir eru, til þess að kunna þá, til þess að syngja þá og raula þá við störfin sín og velta þeim fyrir sér og læra vel af þeim. Sálma Biblíunar gefa okkur jafnvel orð til þess að ávarpa drottin þegar okkur vantar okkar eigin orð. Og síðan eru margir þeirra sem tala eins og samfélag, eins og sálmur 126 er dæmi Hann er kallaður helgingönguljóð vegna þess að hann var skrifað til þess að vera sungin af pílagrímum á leið til og frá Jerúsalem til þess að taka þátt í mustrishátíðunum sem voru haldnar 3 á ári. Þessar 3 hátíðir voru fyrst hátíð ósýrubrauðanna sem við kallum páska, síðan var hátíð viknanna, það voru 7 vikur eða 50 dagar sem liðu frá páskum og að þessari hátíð sem við kallum í dag hvítasunnu og síðan var það lokum hátíðin sem við kallum laufskálahátíðina sem var í september eða október í lok haustins eða seint á hausti. Við skulum lesa hana sálm sem er sálmur 126. Hann hljómar svo: Helgigöngu ljóð. Þegar drottin sneri við hag Síonar, þá var sem á streymdi, þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal þjóðana, mikla hluti hefur drottin gjört við þá. Drottin hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir, snúfið hag vorum drottum eins og þú gjörir við lækina í Suðurlandinni. Þeir sem sámu tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sæði til sáningar, með gleðisöng koma þeir aftur og bera kornbindin heim. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Það er augljóst að þessi sálmur hefur að geyma sameiginlegar minningar Ísraelsþjóðar sem og skilning á því hvað þýðir að vera líður drottins. Það var drottin sem kallaði Abraham til þess að vera ættfaðir þjóðarinnar. Það var hann sem að frelsaði þjóð sína og þrælkun í Egyptalandi og sem að kennir sig alveg sérstaklega við þann atburð. Þeir sem að lesa Gamla testamenti þekkja þetta ávarp sem er alltaf endurtekið, til dæmis í 2. Mósebók í 20. kafla: ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Drottin kennir sem sagt við þetta að hann leiddi fólkið sitt út úr ánauð. Og
og síðan fær fólkið eða þjóðin að koma aftur í fyrirheitnalandið, en nú þarf hún að berjast fyrir landinu, og þá endaði það líka á því að taka mjög langan tíma. Jafnvel Davíð konungur sem var uppi nokkrum kynslóðum síðar, hann þarf að berjast og reka í burtu fólk sem hafði tekið sér bólfestu þarna í landinu, meðal annars Jebúsíta sem voru með virki upp á fjallhrygg sem að heitir Síón. Þar upp á þessum hrygg byggir Davíð konungur Davíðs borg. Í dag þekkjum við þessa borg sem þennan hluta Jerúsalemborgar, og ef þú skoðar aftast í biblíunniðinni þá eru það nokkur kort og meðal annars þá teikning af Jerúsalem eins og var á tíma Jesú, og ef þú flettir upp og skoðar hana þá er teiknaður einn svona botlangi sem gengur suður af mustrinu eða niður á síðuna, og það er þessi botlangi sem er Davíðsborgin sem var þá þessi upprunulega borg, og þá gefur að skilja að musterið var reist rétt norðan við eða rétt ofan við borgina, og þá var það sonur Davíðs, Salómon konungur, sem að byggði musterið. En Síón, það er sem sagt þessi hryggur sem að ber bæði borgina og musterið, og nafnið Síón merkir þessuna líka bæði Jerúsalem og musterið og táknar nærveru Guðs hjá sínum líð. Þegar sálmurinn byrjar á því að segja að Guð hafi snúið hag Síónar, þá liggur beint við að hugsa tilbaka til herleiðingarinnar. Jerúsalem var lögð í rúst, múrarnir voru brotnir og musterið var brennt niður til kaldra kola. Það leit út fyrir að óvinir Guðs hefðu sigrað, en Guð sneri við hag Síónar. Hann leiti þjóð sína aftur út úr ánauð, og borgin og musterið voru endurreist. Það er þannig sem að drottin er, hann er sá sem að gerir mikla hluti, hann er sá sem að frelsar úr ánauð. Þetta gerði hann í Egyptalandi, þetta gerði hann líka í Babylon, og hann gerði það á Síón í Jerúsalem. Og auðvitað er í þessu líka spádómur Krist. Því að þegar Jesús stó á krossinu þá leit aftur út fyrir það að óvinur Guðs hefði sigrað. En drottin sneri við hag Síónar einnig þá og vísaði veg gegnum dauðan og aftur til lífsins. Það er þess vegna sem við getum aftur og aftur sungið þennan sálm í þeirri helgigöngu sem að lífið með Jesú er. Jafnvel í mótlæti og þjáningum segjum við saman: snú við hag vorum drottin eins og þú gjörir við lækina í Suðurlandinu. Þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Við tökum stuttlega hér og lesum síðan saman síðari ritningalestur úr síðara Korinthubréfi, 4. kafla, versum 14 til 18 eftir hlé. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir texta næstkomandi sunnudags sem er 4. sunnudagur páskatímans. Síðari ritningalestur er að finna í síðara bréfi Páls postula til Korintumanna, og þetta er bréf sem er svolítið snúið að setja í sögulegt samhengi, þannig að ég þarf að reyna að vera nákvæmur og gera góða tilraun til þess. Postulasagan segir okkur í 13. kafla frá því hvernig kristniboðsferðir Páls postula og förunauta hans byrja. Þær byrja í söfnuðinum í Antíókíu í Sýrlandi, og þaðan ferðast Páll og förunautar hans fyrst til suðurhluta þessum að við köllum í dag Tyrklands, eða hann ferðast Galatíu, og síðan kemur hann tilbaka aftur til Antíókíu og fer jafnvel til Jerúsalem, en síðan hefst önnur ferð og þá ferðast hann aftur sömu svæði og síðan gegnum Galatíu eða Tyrkland og ferðast jafnvel alla leiðina til Grikklands og kemur þar til Korintu. Og þegar hann er í Korintu á þessari annari ferð þá stofnar hann þar söfnuð. Síðan líkur líka annari ferð og Páll fer aftur til Antíókíu og jafnvel alla leið til Jerúsalem aftur, og síðan líður svolítið tími og síðan fer hann aftur þá í þriðju ferð. Þá ferðast hann aftur gegnum Galatíu og kemur síðan á vesturströndina til bæjarins Efesus. Og þar í Efesus er hann í svona 2 ára skeið. En á meðan öllu þessu stendur þá virðast að koma upp alls konar vandamál í söfnuðinum í Korintu. Og meðal þessara vandamála eru þrætur og flokkadrættir, það er jafnvel stéttaskipting og alls konar ósiðlegt líferni sem á sér stað. Og síðan ofan á það þá bætist að guðþjónustunnar voru ruglingslegar,
Það voru skipulagslausar og einkendust jafnvel af valdabaráttu. Þegar Páll síðan fréttir af stöðunni þá skrifar hann fyrst bréf til að leiðbeina söfnuðinum og reyna að koma hlutunum á réttan kjöl. Þetta bréf, þessi leiðbeining, hún hefur glatast. Við höfum ekki þetta bréf en það er minnst á það í fyrra Korintubréfi. Páli ber svo svarbréf frá Korintu ásamt fleiri fréttum og þá skrifar hann bréfið sem við þekkjum í dag sem fyrra Korintubréf. Það tekst aftur á við þessi mörgu vandamál í söfnuðinum og kannski með svolítið meiri hörku. Páll sendi líka samverksmann sinn Tímóteus til Korintu til þess að reyna að leiðbeina þeim enn frekar, en því miður þá virðist það vera hlutverk sem að reynist ofvaxið Tímóteusi og Páll ákveður þá að hann þurfi sjálfur að mæta á staðinn. Því miður hefur þá staðan versnað enn frekar og Páli gengur líka illa að leiðbeina Korintusöfnuðinum. Það virðist vera að það hafi verið sterkir leiðtogar á staðnum sem að voru Páli mjög ofinsamlegir. Og Páll endar á því að fara aftur til Efesus og heldur síðan af stað norður til Makedóníu eins og sagt frá í 20. kafla Postulasögunar í versum 1 og 2. Eftir þessa heimsókn í Korintu sem hefur sennilega reynst mjög erfið, þá skrifar Páll bréf til Korintumanna sem að kallast Tárabréfið. Annað Korintubréf vísar tvisvar í þetta bréf og sumir telja að það sé í raun það sem eru kaflar 10-13 í öðru Korintubréfi. En það ekki alveg ljóst, það eru ýmsir aðrir möguleikar á því en við komum aftur að því. Hvort heldur sem var, þá Páll það harðorður í þessu Tárabréfi að hann sá tíma eftir því að hafa skrifað það. En síðan var það þó samt sem áður til blessunar því að Títus, annar samverksmaður hans, tók bréfið með sér og skilaði því til Korintumanna og hélt síðan af stað norður til þess að hitta Pál í Makedóníu. Og Títus gat þá greint frá þeirri gleðifregn að Korintumenn höfðu iðrast og horfið aftur til trúarinnar. Og Páll skrifa þá strax þetta bréf sem að samanstendur af fyrstu 9 köflunum í öðru Korintubréfi. Og þessir kaflar bera þess merki að Páli sé mikið létt. Og ef við notum orð sálsins þá má segja að Páll hafi sáð með tárum en uppskorið með gleði söng. En síðan eins og ég í áðan þá kemur harkan aftur í kafla 10 og það geta verið ýmsar skýringar á því að það gerist. Kannski það þannig að þessi kaflar eru þetta svokallaða Tárabréf. Kannski Páll að skrifa til þeirra sem enn ekki hafa iðrast. Eða hugsanlega þá hafa aðstöðu breyst aftur eftir að fyrirhlutin var skrifaður og það þurfti að takast á við vandamálin að nýju. Ritningalesturinn allavega úr fyrirhlutanum, nánatiltekið úr 4. kafla og í þessum kafla þá minnist Páll á allar þær þjáningar og mótlæti sem að hann og samverksmenn hans hafa þurft að líða, meðal annars af hendi ákveðna manna í Korintu. Það hefði verið einfaldast að gefast bara upp sennilega og stundum hefur orkan verið algjörlega á þrotum. En í öllu þessu mótlæti þá verðast þeir vita samt sem áður að boðskapurinn sem þeir bera fram, fagnaririndið, það kraftur Guðs. Og í þessu felst vonin upprisu holdsins á efsta degi til heilalíka og til eilífslífs og það þessi von sem að drífur Pál og samverksmenn hans áfram. Og þá skulum við núna lokum lesa ritningalesturinn úr síðara Korintubréfi, úr 4. kafla, versum 14-18. Vér vitum að hann sem vakti upp drottin Jesú mun einnig uppvekja oss ásamt Jesú og leiða oss fram ásamt yður. Allt þetta yðar vegna til þess að náðin verði sem mest og látið sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Fyrir því látum við ekki hugfallast, jafnvel þótt vor ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi vor innri maður. Þrenging vor skamvinn og léttbær og aflar oss eilífrar dýrðar, sem stórum yfirgnægir allt. Við horfum ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega, hið sýnilega stundlegt en hið ósýnilega eilíft. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þið drottin því þú hefur orð eilífs lífs, hvert annað ættum við að fara. En að Guðspjallinu sem við finnum í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls
Hér talað nánar þessa von sem síðar hélt Páli gangandi í öllu mótlætinu. Vonina sem við eigum í Jesú Kristi. Textin kemur úr kveðjuræðu Krists sem hefst í 13. kafla Jónasarguðspjalls þegar Jesús þvær fætur postula sinna og sýnir þeim þar með að ríki Guðs byggist á kærleika sem tjáður í þjónustu við Guð og náungan. Þessi kærleikur eins og rauður þráður gegnum alla kveðjuræðuna sem lýkur í kafla 17 með fyrirbæn Krists fyrir okkur við Getsemani á Olífellinu. Í Guðspjallinu talar Jesús það hvernig hann þjónar okkur með dauða sínum og upprisu og hvaða afleiðingar allt þetta hefur. Við lesum Guðspjallið úr 14. kafla Jónasarguðspjalls, versum 1-11. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, muni þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðurinn í mér? Orðin sem ég segi við yður tala ég ekki af sjálfu mér. Faðurinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Það sem að Jesús segir okkur hér í rauninni afar einfalt og það jafnvel þótt við getum ekki skilið það til hlítar. Jesús segir okkur einfallega það að eina leiðin til þess að raunverulega þekkja Guð, það er að þekkja hann. Enginn getur komið til föðurins nema fyrir soninn Jesú Krist. Hann er eina leiðin til hjálpræðis og þess vegna er hann líka vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er ekki bara okkar von, heldur en er hann okkar eina von. Hann var eina von Páls postula. Hann var meira segja eina von sálmaskáldsins sem sagði að Guð hefði snúið hag Síonar. Það er engin önnur leið til hjálpræðis en fyrir trúna á Jesú Krist. Þess vegna hélt Páll svo fast í hann. Og við ljúkum á þeim nótum í dag. Jesús er okkar besta og okkar einasta von. Hann lofar okkur því að hann sé leiðin til Guðs og til eilífslífs hjá honum. Hann lofar okkur því að hann muni reisa okkur á nýju á efsta degi. Þá getum við þolað allt mótvægi, jafnvel hrörnun og dauða, því að hann er með okkur jafnvel þar. Þegar við göngum gegnum hinn dimma dal dauðans, þá er Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ég þakka ykkur samfylgdina í dag og vona þátturinn hafi orðið ykkur til gagns og uppbyggingar og ekki síst góður undirbúningur fyrir messu á sunnudag. Verið sæl.